Góðan daginn. Hvað segir þið í dag? Það er svona bara, já, er þetta ekki bara mjög gott? Hvað myndi ég segja? Allt saman að stilt, nei. Kveikjum á henni. Svo mæli fyrir okkur tíman. Hér er allt verið á vatni, maður. Á sínum stað. Og rætt á hvort við getum kveikt. Svona, það kom. Og kertin okkar, þau brenna upp í rólegheitunum. Þau vitið að það eyðist af því sem af er tekið. Það er alveg sama hvað það er, það eyðist af því sem af er tekið. Það er allt í lagi. Við höfum góðan Guð sem veit að það eyðist af því sem af er tekið og hvað meira, jú, hann skaffar það sem þarf af því að það eyðist af því sem af er tekið. Þetta er svo sem ekki mikil viska að segja, en þarf samt að vera með, því að þetta er samt tengt visku, að átta sig á því að það eyðist af því sem af er tekið, sem segir það, endurnýjaðu byrðina þína. Og ef þú ert með þessa hugsun, og ég, að þá skortir þig aldrei neitt. En ef þú berði ekki eftir björginni, þá gæti nú ýmislegt farið að skorta. Og þeir sem bera sig ekki eftir björginni eru yfirleitt veikt fólk eða svona hrikalega latt fólk að það hreinlega nenni ekki. Er það til? Ég veit nú ekkert um það hvað er til, en ég veit að það er ýmislegt í gangi. Að reyna að laga þetta, ég veit ekkert um það. Segjum að þetta sé betra svona. En að því við viljum vera réttu megin í þessu öllu saman, að þá viljum við tilenga okkur orð Guðs. Við sjáum hér orð Guðs mér á báðar hendur. Biblían, orð Guðs. Mér sétt hvað menn vilja með hana vera láta, en þessi einstaklingur sem hér er að tala og þú ert að horfa á, lætur sér þetta orð miklu varða. Og ekki svo að skilja að ég sé að banna mönnum eitt né neitt, en orð Guðs er bókin sem ég les orðið, já, þetta er eiginlega eina bókin sem ég les. Ég les yfirleitt ekki aðra bækur. En auðvitað heldur að ég sé að banna þær að lesa þær, en það er ekki þannig. Svo fyrir utan það, ert þú ekki ég, og ég sjálfur sér varða mig ekkert hvað þú ert að gera. Ég raun og veru ekki. Hins vegar auðvitað vilja að þér vegni vel. Og þá ósk veit ég að þú berð í brjósti til mín. En við getum ekki gert neitt meira. En við getum gert það sem er rétt, og ef við viljum gera það sem er réttast öllu réttu, þá berum við til fólks orð Guðs, því að það ættu allir menn að gera og annað, vilja vera undir. En vilja er það. Já, ef þeir þekkja orð Guðs, jú, þá vilja er það. En þeir sem að þekkja ekki orð Guðs, þeir hrista höfuðið og séu enga tilgang með því að vera þarna. Eitt er að gera það sem er rétt og annað að gera það sem manni finnst vera rétt. Þarna geta verið algjörlega ólík sjónarmið. Þú veist að það sem þér finnst og fannst vera rétt á sínum tíma kom í ljós að var versta ósvinna. Það er ekki rétt.
Ég hygg að við eigum öll okkar sögu að þessu leyti tímann sem færði til okkar það að þetta var röng breytni. En það þýðir svo sem ekkert að vera neitt að fást það, liðið og allt það. En ef við gerum sama aftur, þóttu höfum uppgötvað að þetta voru mistök, heimska, veistu það? Þú sem ert búin að vera edrú í jafn lengi og ég, yfir 40 ár, og þú sæir þennan mann ofurölvi, það væri ekkert af neinu öðru en heimsku. Það nú mitt álit á þessu máli, þetta nú veiki, segja menn í dag, kjaftaði. Þetta val mitt að byrja eða hætta. Ef þetta veiki, þá þetta slík veiki að ég ræð öll það sjálfur hvort ég fá hana aftur eða ekki. Þú færð flensu. Réðir þú ykkur hana? Þú færð einhverja verri veiki, krabbamein eða eitthvað, því miður fá það sumir. Réður ykkur það? Þú réður engu það, en þetta þurfti þú að gangi í gegnum. En öll það, hvort þú fáið þér áfengi eða ekki. Við skulum segja að þetta sé áfengi, sem það ekki. Og sérð að ég tók sopa af því. Þetta að vísu drævatn. Eins með áfengið. Það hann í þessu glasi, en ætla ég að drekka það eða ekki. Ég segi nei, ég ætla ekki að drekka það, og það hverfur á borðinu. En að þetta vatn, þá leyfi ég það að vera þarna. Þetta val. Þið viljið, þá megið alveg kalla þetta veiki og sjúkdóm, því að það svona þægilega að bera það með sjálfum sér. Það þægilega að bera það með sjálfum sér. Að því við viljum svo sjaldan heyra sannleikan umbúðalausan. Og svo fyrir utan það, að þá var hægt að fá út á þessa hugsun svo litla aura til rekstur starfsins. Og það náttúrulega bara hörmung ef það þarf að fara þessa leið til að fá nægt fyrir rekstur starfsins, því að áfengisneysla vandi sem við erum að glíma við og höfum glímt við allar götur frá því að áfengi fyrst byrjaði að koma. En við gerum þetta ekki, heldur áskapað einhvað dæmi frá því einhver tíma byrjuðu við, en réðu öllum það hvort við færum þessa leið eða ekki. Og ég verð nú eiginlega viðurkenna það að mér finnst menn vera svolítið mikið að lúffa fyrir þessum vágesti sem heita vímuefni. Mér finnst það eiginlega hrikalega hugsun að sjá það hvað menn að lúffa fyrir þessu. Þeir eru búin að gefa svo mikið upp fyrir því að ná árangri á þessu leyti að mér finnst það bara alveg hræðilegt að sjá. Það er verið að hjálpa mönnum að vera svona upp undir það að vera undir áhrifum. Hvernig ætla menn að hreinsa þessa menn af vímuefnum eða hjálpa þeim við að vera bara svona mátulegir eins og sagt er. Fyrir mann sem komin á þann stað að þetta orðið vandamál, þá eitt að ræða, hætta eða ekki. Þú voru aldrei mátulegur, eftirleiðis. Þú getur verið mátulegur í einhvern tíma, en svo veltur það allt saman upp á sig og þú verður aftur þar sem þú varst. Þetta í eðli þessar efna og það verður aldrei í neinu öðru sig.
Akkur ég að tala þetta? Að því ég að tala hérna fullkomnu lækningu af þessu meini. Já, við völdum þessa leið og verðum fárveik af því að fara þessa leið, þannig bara það. En við fengum lækningu sum á okkur. Og hver var lækningin? Í mínu tilviki var það þannig að Guð kom og reynsaði þetta af mér. Og það eru komin yfir 40 ár síðan. Ég man eins og hefði gerst í gær þegar ég sá, og ég get ennþá bent á staðinn í mér, hann í hérna nákvæmlega hérna, og ég sá þetta fór. Hvar? Ég horfði á eftir í fara. Þá þekkti ég ekki Guð. En frá þeim tíma þakka ég alltaf fyrir þetta verk. Svo þegar ég frelsast 1989, þetta var 79 hitt, þá fór ég að þakka Jesú fyrir þetta verk. Því að þá sá ég hvað hefði gerst að hann kom og tók þetta frá mér. Lækning, vissulega. Helsjúkan mann sem þurfti lækningu. En upphafið að þessu ferli var val. Þetta. Prófa þetta. Nokkrum ára setna, betur fyrir stóð ég nú ekki lengi í þessu, en 8-9 ár, þá var komið að því að grípa inn í og ég horfði á eftir þessu hverfa og ég sé, ég mun aldrei aftur drekka vín. En þú ert vist búin að heyra eitthvað annað, þannig að þú heldur þér þó bara við það. En þetta er sannleikurinn. Þannig ekki hlusta á allt sem þú heyrir. Ef þú máttu að þetta þú vilt, ef þú nennir því, þá máttu það alveg. Síðan ég frelsaðist 89 hef ég verið maður orðsins. Einstaklingur sem að aldrei leiti orð Guðs til þess tíma að bókin varð honum allt í lífinu. Aldrei. Ég hef talað það að ég fekk Gídeon biblíuna í Nýja testamenti mitt og það var bara í skápnum hennar mömmu blessarar og það í smjörlíkiskassa, það var svona ákveðin stærð af kössum þar sem að smjörlíki kom í og þetta var bara merkt smjörlíkiskassar. Og hún móðu mín blessunin, hún geymdi testamentin okkar þar. Þú sér það var ekki mikið verið að lesa þetta, þau voru öll þar. Og ég átti mitt og aðrir önnur systkini mína áttu sitt. Og ég man eftir því að hann Konráð Rúnar, ég hét það þá líka, ég kallaði mig alltaf Konráð, ég vildi aldrei nota Rúnarsnafnið, af því á þeim tíma var ég svo litið uppreist. Við hvern? Ég veit það ekki. Ég var bara uppreist. En hvað það? Þá var það Konráð Friðfinnsson. Og Konráð Friðfinnsson ákveður einn daginn að best að lesa Nýja testamentu. Ég fer í ágætan smjörlíkiskassan inn í þessum fataskáp sem engin föt voru reyndar í, heldur bara eitthvað svona geymslu dæmi. Þetta var nú oft þannig hér á árum áður, þá voru þessir skápar oft notaði bara líka sem eitthvað geymsla. Og ég tek fram smjörlíkiskassan sem að gerði nú eiginlega aldrei og gramsa í haugnum og finn testamenti merkt Konráði Friðfinnssyni. Við þurftum að merkja Gídeon biblíurnar, testamentin, og ég held að það sé nú reyndar enn ef þeir eru að gefa þetta lengur. Og ég fletti upp í Mattíus og Guðspjalli og byrja að lesa
Ó nei, þetta ætla ég sko ekki að lesa lengur. Því eins og ég sagði sjálfur, það var ekkert nema bara Jesús. Ég er ekki áhuga fyrir þessu. Og ég lokinni, set hann aftur í smjörlíkiskassan og geng frá kassanum inn í þessum ágæta fataskáp og loka á eftir mér. Og ykkur að segja, held ég að ég hef aldrei eftir þetta aðtóga neitt með þessa bók. En gjarnan hefði ég vilja eiga hann í dag. Hvenær hún hvarf, veit ég ekki. En mamma, blessunin, hún hélt vel utan allt svona. Þetta því að hún var með í þessum smjörlíkiskassa, þetta var svona merkilegu kassi, bækurnar okkar, testamentin, og svo var hún þar líka manni með skírnarvottorð hvers og eins okkar. Allan tíman, já, ég veit ekki hvort meðan hún lifði að þetta var svona, en ég reikna með því að þetta hafi verið lengi vel til. Skírnarvottorðið hafði maður náttúrulega engan áhuga á og engan áhuga á hinu heldur, en þetta var þarna. En einhver hugsun eftir að hyggja fékk mig til að kanna málið, að fara nú að kíkja þess í þetta testamenti. Þannig að Drottinn, hann vakir yfir sinni sköpun og auðvitað er ég bara ein sköpun hans og þú líka. Hvað sem við segjum það? Ég veit ekki með þig, ert þú biblíu áhugasöm manneskja? Eða varst eins og ég, sem ætlaðir þó að fara mannað upp í að lesa, lokaðurinn aftur, og hér er ekkert nema Jesú og iss og eftir. Ég gerði þetta svona. Það hafði nú ekki mikinn áhuga. En svo kom trúin. Yndisleg trúin. Og það byrjaði þannig, ég frelsaðist haustið, það byrjaði þannig að ég er staddur á, eða er að vinna út á landi vorið 89 og það er kona sem er ráðskona þar, rétti mér Nýja testament, ég var eitthvað kvartið að finna ykkur bók að lesa, sagði ég. Hún kemur með þessa bók. Ég vissi svo sem hvað Biblía var. Og þá er einhvern veginn það farið að gerast í mér að ég er ekkert fráhverfur orði Guðs. Og ég segi það til að líti í þetta, ég þekki nú ekki til Biblíuna. Og ég finn fyrstu Mósebók. Ég er náttúrulega drengskapar maður og ég byrja bara á blaðsíðu 1. Og ég byrja að lesa. Og ég held áfram að lesa. Og svo les ég lengur. Og svo sofnaði ég út frá mínu lestri. Og ég vakna, ég held að það hef nú aldrei gerst að vakna með bókina yfir mér, þar sem ég bara sofnaði út frá henni. Og það var orðinn allmikill lestur sem að baki var. Þannig að ég sá að þarna var eitthvað, eða Guð vissi það. Svo lokaði ég bókinni, skilinni, og hún spurði mig hvernig lestir á. Mjög vel, ég sofnaði út frá henni. Já, það er nú verið gott. Og síðan ekki söguna meir, fyrir en stóra stundin kemur í kvistherberginu mínu á Grettisgötunni í Reykjavík. Þá kemur bara allt til mín. Orð Guðs verður að heyrast. Það er nefnilega málið. Orð Guðs verður að heyrast. Hvernig tekur þú svona boðskap? Ég veit það ekki, en þetta er sannleikurinn sem að Drottinn benti mér á. Og ég hef aldrei vikið frá þessum sannleika, því að sannleikur er þetta. Orð Guðs þarf að heyrast.
Og hvað er orð Guðs? Það kennir okkur leksíuna hvernig við eigum að lifa og hvernig að gera verkin þannig að þetta skili sér allt saman sem ein heild. En hefur það gert það? Hefur þetta skilað sér sem ein heild? Aldeilis ekki. Og veistu af hverju? Af því það eru svo fáir sem eru að stúdera orð Guðs. Og þeir taka stóru sleggjana sínum og berja í sköpunarverki hér og það brotnar úr því og aftur það brotnar úr því og svo framvegis og framvegis. Þannig þetta er allt orðið meira og minna hriplegt. Ekki? Af hverju? Af því við hegðum okkur eins og kjánar með þessa jörð. Af því við sögðum aldrei já við Guð nema svo fá okkar. Það er vandinn sem við erum að eiga. Við sögðum svo fá já við Guð okkar. En hann gefst ekki upp. Hann heldur áfram að vera það sem hann hefur alltaf verið. Og hann er með menn eins og mig og þig sem eigum þetta til í hjart okkar, gjöf frá Guði að orð Guðs þurfi að heyrast. Og það þarf að kenna orð Guðs með réttum hætti. Drottinn vill ekki þurfa að leiðrétta sitt orð vegna þess að einhver villa slæddist inn. En hversu oft hefur hann ekki gert það? Orðið mun alltaf rétta sig af og það er ekki vegna mín. Það er vegna lifandi Guðs sjálfs sem það er. Hann nefnilega vakir yfir sínu orði. Ég held að þurfi ekki þig til að vaka fyrir sig yfir sínu orði. Eða mig. En hann gæti hugsanlega og mögulega notað okkur til verksins en þá í gegnum sig sjálfan. Hann er alltaf í framvarðasveitinni. Þegar kemur á öllu því sem hann er að gera. Jú, hann þarf mig. En bara ef ég lít honum. Ef ég lít honum ekki, getur það því miður ekki nota mig. Og það er auðvitað slæmt ef svo væri. Því að ef svo er, þá hef ég með einhverjum hætti gengið hrokanum á vald. Og hrokinn er stórhættulegur, hann leiðir okkur alltaf frá Guði, ekki til hans. Hann getur það ekki. Og við skiljum betur í þessu ljósi hvað Drottinn á við þegar talar að ég og þú við þurfum að deyja sjálfum okkur. Drottinn, ég er með eina hugmynd. Já, leiði mér að heyra hana. Segir Drottinn, segja það. Ég kem með hann alveg svoleiðis, bara vá, hún er svo flott. Nei, Konráð minn, ég geti nú miður ekki, þetta er ágætis hugmynd hjá þér. Því hann er góður. Ég geti miður ekki notað hana. Hvað áttu við? Mitt verk er fullkomið. Og að því að mitt verk er fullkomið, segir Drottinn, er punktur fyrir aftan. Og engu við það að bæta. Þannig að ég, Konráð minn, ég get ekki notað þessa hugmynd. Man er alltaf hafnað. Þetta er Guðið. Þannig að þú gerir vilja hans eða ekki. Ég ætla að gera vilja hans, því ég vil ekki að hann segi, við erum að fara íta honum Konráð út, þetta er ekki nokkulega að hafa hann að hann gerir tóma steypu. Þetta er allt á mínu valdi, hvort svo verði það ekki. Þess vegna er ég dáinn sjálfum mér. Ekki bara í orði, heldur líka í verki. Í Guðsverkinu er ég dáinn sjálfum mér. Og þess vegna verður ræðan góð. Og líka hjá þér. Við erum líka orðsins menn og konur. Og við tökum undir það
sem að Drottinn sagði við mig á sínum tíma, orðið þarf að fara út. Þessi setning hefur aldrei vikið frá mér. Og ég veit að hún er það sem þarf. Þess vegna er ég með þetta efni sem að hvetur okkur, þetta er ekki kannski biblíukennsla sem slík, en hún hvetur mig og þig og okkur að orði Guðs, því orðið segir sjálft, þú berð ábyrgð á þinni trú. Og hver er þú? Nefndu nafnið þitt og þú veist hver þú ert. Þú berð ábyrgð á þinni trú og engin annar. En þú eins og ég átt til trú og átt til orð Guðs, Nýja testamenti líklega og Gamla testamenti líklega, og Nýja testamenti þitt er ekki lengur falið eða geymt í smjörlíkiskassa, heldur ertu með það nálægt þér. Af hverju ertu með það nálægt þér? Að þú vilt lesa það. Sumir lesa á hverju morgni eða einhvern tímann á deginum. Hvernig sem það er, og það er mjög góður siður að gera þetta einhvern tímann á deginum. En þannig háttar til ég á mér að því ég er farinn að vinnumarkaðnum, þá nota ég nú morgnana í það. Það er eiginlega fyrsta verkið mitt að morgni dags að lesa, svona í 99% tilvikum les ég eitt kafla. Þetta er minn siður. Þú mátt lesa 105 kafla á dag að þú vilt. En það er minn siður að lesa eitt kafla. Aðalatriðið er að lesa og líka að vilja fræðast upp úr orði Guðs. Ég veit svo sem ekkert vilja hvað menn vilja þarna eða hvernig þeir hegða sínu námi í Jesú nafni. Ég veit það ekki. En ég hygg að flest okkar viljum vita meira hvernig Guð virkar, að þau eru komnir yfir það að vera að lesa og segja Jesú, þetta er ekkert fyrir mig. Þetta er lífið sjálft. Og það kennir okkur allt það hvernig lífið skuli lifa svo vel sé. En við viljum ekkert leggja á okkur vinnu við að vinna þetta verk, þá vitum við heldur aldrei hausnisborð á því hvað orðið er að segja. Og það er mjög slæmt. Þannig á það ekki að vera. Það er hérna fyrir okkur. Þetta er eina ritið, segi ég, sem er fyrir okkur og gagnlegt að ekki einhverju leyti, heldur á öllu leyti, en mitt að vera vel að mér í þessum fræðum. Þú getur ekki gert það fyrir mig. Ég get gert það sjálfur, en þú getur hins vegar hvatt mig og sömuleiðis ég þig. Og það er ég alveg til í að gera. Meira get ég ekki gert. Við erum í Jóel, Gamla testamentinu. Við erum alltaf farið bara svona hipsum haps í þetta, ekkert neitt þannig sé fyrirfram plan. Ég veit að þú væri með þetta allt uppskrifað hérna á blaðið, þú mátt það líka, bara til hamingju, en ég gera það ekki þannig. Og ég held í með það, það er hvað, má það ekki. Það er annar kafli Jóel. Óttast ekki land, heldur fagna og gleðast, því að Drottinn hefur unnið mikið stórvirki. Það er ekki rétt hjá mér. Hefur hann ekki unnið mikið stórvirki? Var það ekki stórvirkið mesta fyrir mitt líf? Þegar hann gaf mig trú. Ég segi það jú. Manni sem þá bara krakki reyndar, sagði Jesú, þetta er ekki fyrir mig. Svo eitthvað 30 árum seinna, 30 árum, og nú annar hljóð í stráknum. Þá sagði ég, þetta er lífið minn kæri. Og þessu mun ég fylgja svo lengi sem ég lifi. Þannig að þetta Jesú, þetta er ekki fyrir mig, var fallið úr gildi.
En hvað með þig? Er það eins og var hjá mér? Jésu, þetta ekki til mig. Er þetta ennþá það sem að blíðir? Slæm staða. Þitt daginn, kæri vinur og vinkona, hverfur þú á jörðinni alveg eins og ég og allir aðri menn, allt annað fólk. Ég segi Jésu nafni, en þar með er ekki allt búið. Og þegar þú áttar þig á þessu, sérðu hversu grafalvarleg fæðing þín í raun og veru er. En þú ræður hvað þú gerir. Drottinn vakir yfir þér. Hann segir, komdu. Ég ætla að gefa þér sama og ég gaf Konráði. Ertu til? Þess að ég get ekki svarað fyrir þig, bara aldeilis ekki. En ég veit hvað Guð vill með þitt líf. Þannig að gakktu til liðsöðan. Svo lesa þarna aftur, 21. vers, annar kafli Jóel. Óttast ekki land, heldur fagna og gleðst því að Drottinn hefur unnið mikil stórvirki. Óttist ekki dýr merkurinnar. Hann er að tala þetta til dýra merkurinnar. Beitilönd öræfanna gróa, trén ber ávöxt, fíkjutrén og vínviðurinn veita þrótt sinn. Gleðjist Síónarbúar. Þannig er hann að tala til fólksins. En hann talaði líka til skepnanna. Hvernig getur hann það? Hann skóp skepnuna, alveg sem hann skóp mig. Gleðji Síónarbúar og fagni í Drottni Guði yðar. Af réttlæti sínu hefur hann sent yður vorregnið og eins og fyrrum mun hann gefa yður vorregn og haustregn. Þreskivellitin munu fyllast á korni og kerin flóa yfir að vínlegi olíu. Svo segir hann hérna, ég bæti yður árin, sem engisbrettan átu, þau sem smávargurinn, grasvargurinn og jarðvargurinn átu, svo mikli her sem ég sendi gegn yður. Hvað sem hefur skeð, og þú heldur áfram að trúa á upprisin lifandi Guð, þá munir þér verða bætt það sem að þér finnst hafa farið forgörðum. Af því einu að þú trúir og þú helst alltaf áfram, þrátt fyrir allt. Ert þú þessi manneskja? Drottinn er að tala til þín. Bíddu. Leyfðu mér að koma með það sem ég vill koma með. Við vorum að lesa það í Jóel öðrum kafla og já, í loka eða svona þegar líður að lokum þess kafla. Við þurfum að þrauka. Við þurfum að bíða. Við þurfum að eiga til biðlund. Ég veit að margir eiga mjög litla biðlund. En Drottinn reynir okkur til að mynda með því að bíða. Eigirðu til trú og þú sér að þú þarft að bíða, þá er alla líkur eða það er mikla líkur á því að þú standir í biðtíman. Ég tala nú ekki sért á þeim stað að vera dáin sjálfum þér. Við sjáum mynd af þessu í loftstofunni, hvernig Guð reynir menn. Þeir voru í loftstofunni til að byrja með alveg bara í eldi, voru ekki yfir 400, minnið það. Svo leiðu dagarnir og hver dagur er með 24 tíma á sólarhring. Og þú ert inn í þessum 24 tími og hvernig ætlar að verja það? Það er ekkert að vera mál. Man getur ekki verið að leggja kapal allan daginn. Það sér hver maður.
En drottinn sagði, bíðið þarna. Það er aðeins að skrepa út, þetta er ná mér aðeins að hitta þetta manneskju. Og eitt stendur upp og leppar út og lokar á eftir sér og sást ekki meira. Og þetta náttúrulega kom róti á hinna og þeir fóru að hugsa saman, svo næsta dag eða einhvern tíma seinna þá var 10. Það saman, já, þessi skreppa hérna út og það er að gera þetta smá við þig. Og þeir sást ekki meira. Og svo bara fer eiginlega allt fólkið. Nema þrautseigjan varð eftir og drottinn sá þessa þrautseigju og á þessari þrautseigju sem var eftir byggðan kirkjuna sína. Ég trúi því að allur hópurinn eins og hann lagði sig hafi átt að eiga þennan heiður saman. Þannig að þessi 40 dagar, voru þeir ekki 40, man ekki alveg hvernig þetta var, þeir voru reynslu tími. Margir hafi ekki hlaupið út en aðeins að skreppa þarna, það er að gera þetta smá handag og svo komið þeir ekki aftur á reynslu tímanum. Sem sagt, þeir duttum lappirnar á sjálfum sig þegar blessunni var á leiðinni. Þeir sem að þraukuðu sáu kirkjuna verða til. Hinir sáu það ekki. Og ég efast að til sé meiri heiður fyrir nokkra einustu manneskju heldur en að eiga þetta í sínu hjarta. Ég var með í að stofna kirkjuna frá grunni. Jú, við höfum stofnað kirkjur. En við erum raun og veru ekkert að stofna neina kirkju. Við erum aðeins að endurvekja starfið á þessum stað og þessum. Það er búið að stofna kirkjuna. Það var gert í loftstofunni fyrir, 2000 árum. Það er nú sannleikur málsins. Allt sem kemur eftir er bara verið að endurvekja það sem gerðist þá. Og þessar 120 manneskjur voru þar brautryðjendur fyrir verk Guðs, en þeir áttu að vera fleiri, trúi ég. 24 tímar í sólarhringnum og maður getur ekki verið að leggja kapal hérna dag eftir dag, það er ekkert að gera. Þannig aðeins að skreppa hérna byrtu. Aðeins að hitta hérna kunningja minn og leggja ýmislegt fyrir hann. Og hann sást ekki meir. Og þeir voru fleiri. Kannski varst þú sá sem fór. Þegar nefndur sig lengur. Þú sást enga tilgangi í að vera að hanga þetta. Dugnaðar maður. Það er gott að vera dugnaðar maður eða kona. En dugnaðar maður og ég og þú þurfum stundum að sitja á stráka okkar eða stelpu og segja, hún verði ekki neitt. Já, ég þarf að skreppa aðeins. Hún skreppur ekki neitt. Og sigur er vannst með þessu mæti. Við þurfum að þrauka. Það er það sem við þurfum að gera. En þetta mannlega eðli okkar í dag er eins og það var á þeim dögum. Við þurfum að þrauka. Við þurfum að sjá einhvað með það sem við erum að gera og núna erum við að bíða. Við þolum ekki að bíða. En þurfum stundum að bíða. Þetta er verk Guðs. Líka að bíða. Við sjáum og við þurfum að drottni að halda. Einnig það er fullkomið verk. Þú lítur Guði og þú getur beðið stundinni lengur. Stundinni lengur. Það vinna sigrar í Jesú nafni. Í Jesú nafni einu þeir. En hve margir taka við þessum boðskap? Ég veit það ekki. Allavega ekki ég þegar ég sagði maður.
Jésu, þetta er ekki fyrir mig. En er mitt haldreipi í dag og minn klettur í dag. En þá vissi ég ekki betur. Nú veit ég betur. Og þess vegna er ég að hvetja þig að borða Guðs, að ég veit að þetta er svona. Ég er svona. En það er komin tími, og við erum ægilegi tímakallar, ekki? Jú. Gott að fara í tíma og ég slökka á ljósi núna. Við slökkum einu kerti á og leiðum mér að lofa lengur. En ég kveð og verð hérna aftur eftir viku. Takk fyrir mig.